höldum áfram með föstudagsþáttinn hérna í Pakkhúsinu. En það svakalega mikið að vera á öllu landinu, allar helgar og fleira í sumar. Útihátíðir, tónlistarhátíðir, íþróttaviðburðir og fleira. En hann sestur hérna hjá mér, hann Davíð Rúnar eða Dabbi Rún á Viðburðarstofu Norðurlands. Velkominn. Já, takk. Ert þú búinn að fara á einhverjar skemmtilegar útihátíðir í sumar? Ekki neina útihátíðir, en maður svona dottið inn á einhverjar, jú, kannski svona bæjarhátíðir, má nokkuð kalla nokkuð hlut útihátíð lengur. Nei. Veit það ekki. Jú, ég kíkti þarna á Drangarfestivalið. Já. Það var nú reyndar ekki lengi en ótrúlega flott. Þeir voru mjög heppnir með veðrið þar. Já, algjörlega sko. Já, og þá meinum við heppnir sko. Já. Það bara þannig. Þannig að, jú, ég fór þangað og ég kíkti hérna á Sauðárkrók á lummudaga og eitthvað svona. Já. Ég geri það nú alltaf, svona fastu liður. En that's it. That's it. Eins og maður segir sko. Það er engir amateurar að sjá Dranga í Music Festival. Nei. Þeir eru líka með bræðsluna. Já, já. Hefurðu farið þangað? Nei, aldrei. Og ætlar ekki að fara núna? Nei. Nei. Ég ger ekki ráð fyrir því. Það selst alltaf upp bara á... Já, alveg leið sko. Já. Ég held sér löngu uppselt sko. Nei, ég er ekkert mikið að sækja þetta sko. Ég finn alltaf á Mærudaga. Já. Það er svona uppáhaldshátíð mín. Mærudagar eru næstu helgi, þess að eftir viku. Já, já. Veistu hvernig uppröðunin er hjá þeim þetta árið? Nei, ég veit að þeir eru bara með dagskrá á laugardeginum sko. Og laugardagskvöldi, það er svo sem bara allt í góðu. Og bara alveg fínt fyrir þessa hátíð og passa bara ágætlega. Það verið að reyna að minnka þetta eitthvað aðeins svona, lætin í bænum og allt það, sem mér reyndar ekkert fundist vera neitt þannig sko. Nei. Nefna bara rétt á milli kannski 3 og 4 eða eitthvað á nóttina. En það er til dæmis hátíð sem ég er mjög gaman af. Svo er náttúrulega fiskidagurinn. Sem maður kíkir alltaf á, eða reynir að kíkja alltaf á júla. Það er mjög flott hátíð líka. Og hvað er meira? Það eru náttúrulega líka að tala handverkshátíðina. Já. Og hérna... Hún er alltaf að stækka. Hún er alltaf að stækka, sko. Og það maður er byrjað að sjá hérna inn í Eyjafirði fuglarhræður út allt. Þeir eru komin með fuglarhræður. Já, það er sem sagt framlag sveitunga þetta árið. Þeir taka alltaf þátt og það eru fuglarhræður þetta árið, skilst þér. Mér finnst það flott. Já. Og maður situr beina heima á sér, að vera með. Já, alltaf ekki. En þessar úti, eða sem sagt, þið eru með hérna hjá Viðburðarstofu Norðurlands eina með öllu. Já. Segðu mér aðeins frá eina með öllu þetta árið. Að sjáum bæjarhátíðina hérna eina með öllu fyrir hérna Vini Akureyrar. Og hérna í samvinnu náttúrulega bara við Vini Akureyrar. Og þetta er nú kannski ekkert með mikið breyttu sniði. Fimmtudagsfílingur en fjögurra verður á fimmtudeginum. Við ætlum reyndar að breyta honum kannski aðeins. Við ætlum að færa okkur örlítið yfir í svona meira fyrir yngri, svona börnin eða krakkana og gera þetta fjölskylduvænna. Föstudagur, sama sniðið fyrra, föstudagskvöld líka, laugardagskvöld. Þetta er bara allt þetta sama og sunnudagur sparitónleikar á flötinu fyrir neðan samkomuhúsið. Og kannski breytingi þar er að UMFÍ, unglingalandsmót UMFÍ, það er allir að sameinast. Þetta verður svona loka tónleikar og loka hóf UMFÍ og náttúrulega sparitónleikar íbúa Akureyrar, þú veist, og nágrennis. Þannig að við gerum ráð fyrir það verið alveg rosalega stór samkoma. Hvernig hefur verið með, þú veist, það er alltaf að tala svo mikið fyllerí og öryggisgæslu og svona í kringum þessar hátíðir. Hvernig hefur ykkur tekist að halda utan akkurat þessa hátíð? Og þessi hátíð er náttúrulega með gjörbreyttu sniði með hvernig hún var, sko, þú veist. Og kannski sérð einhvern pappan á sunnudagstónleikunum eitt bauk með sér, sko. Já. Og en það er nú líka bara verslunarhelgi, sko. En þetta er náttúrulega breyst alveg ofboðslega mikið. Þetta er ekkert eins og var hér áður fyrr, sko. Þegar vorum að halda Halló Akureyri og allt það. Þannig að þetta er náttúrulega með alveg gjörsamlega breyttu sniði, en er það svona ákveðin gæðastimpill og að landsmót UMFÍ verður á Akureyri. Já. Þeir sem sagt eru komnir til Akureyrar að halda landsmótið sem að því segir okkur það náttúrulega bara að hátíðin er orðin. Þannig að öðrum er bjóðandi inn í hana, skiljið, þú veist. Og þannig er náttúrulega verið að koma með krakka og unglinga til Akureyrar og ég tel að það sé bara í góðu lagi.
En þetta alveg tvennt aðskilið? Eða blandast þetta einhver leyti saman? Við erum reyndar að sjá landsmótið líka, viðburðarstofa. Og þetta er alveg kyrrt bara gjörsamlega aðskilið. Það er í rauninni ekkert sameiginlegt með þessum tveimur uppákomunum að hafa verið að samnýta skemmtikrafta að einhverju leyti og svo hittast á sunnudagskvöldinu niður á flauturinn niður leikhúsið eða samkomahúsið. Þannig að þetta er alveg tveir viðburðir. Það eru 2 tjaldstæði og tjaldstæði eins og hjá landsmótinu, þú ert ekkert að fara þvælasnitt þangað, þeir eru ekki eins og hleypt inn sko. Þannig að þetta eru bara alveg gjörsamlega 2 aðskildir viðburðir sko. Hvað reiknið þið með mikið af fólki? Við náttúrulega reiknum bara með okkar fjölda eins og hefur verið, 10-15 manns eða hvað sem við höfum að segja. Það er náttúrulega ekkert selt inn á þessa hátíð frekar en fyrir í dag, þannig við veitum ekkert hvað í bænum sko. Og svo náttúrulega eru 10-15 manns að koma líka á landsmótið. Þannig að það verður eitthvað fólki hérna. Það er ljóst. Og við náttúrulega bara að horfa til þess að við séum að fara þetta verið langstærsta hátíðin þessa verslunarhelgi á landinu bara. Vá. Já, ég held að það sé alveg ljóst. Síðan hjólreiðakeppni núna helgina? Sko, ekki núna helgina, þá hjólreiðadagar og líka, fyrst, þetta eru hjóladagar, það er bæði mótorhjól og reiðhjól. Já. Og ég verð að segja að mér hlakka mikið til þessa helgi, sko. Þetta verður svakalt að sjá hvernig þessi strákar eru að setja upp þetta hjólreiðadæmi. Og það sem við búum að gera upp í fjalli, en náttúrulega bara, þetta er ótrúlegt, sko. Hvað þetta hjólreiðafélag Akureyrar er að púsla saman brautum og dótri, sko. Og aðrir ætti að taka sér rétt til fyrirmyndar, sko. Já. Því að þarna menn að setja upp og búið að smíða, sko, einhverja kílómetra af brautum, sko, sem að hægt að nota næstu árin. Þetta er alveg fáránlega flott, sko. Er ekki hjólreiða líka dálítið vaxandi? Jú, það er mjög inn, sko. Maður verður að fá sér hjól, sko. Það ekki? Jú. Þannig að maður er að láta sjá sér þetta einhvers staðar í hjóli. Þannig að það er, greinilega fullt af hátíðum að fara í gang. Sko, einhvern tímann las ég það væru tæplega 400 hátíðir haldnar á ári á Íslandi. Já. Þannig að við erum nú rétt bara svona klípi í skottið á þessu, sko. Já. Svona sem við vitum að kringum okkur, sko. En svo náttúrulega verslunarmannahelgin yfir höfuð og þá náttúrulega það þjóðatíð í Eyjum. Og svo náttúrulega erum við að tala Siglufjörð. Hvað meira? Mýraboltinn, má alls ekki gleyma honum. Þannig að það er alveg svakalega mikið í gangi, sko. Og verslunarhelgin náttúrulega miklu fleiri hátíðir sem við vitum ekki einu svona af, sko. Sem svona ekki nógu nálægt okkur einhvern veginn. Nei, akkurat. Ekki mikið auglýst. Þið hjá Viðburðarstofu Norðurlands eru líka í vetur búin að vera að skipuleggja heilmikið og haldið því væntanlega áfram. Hvað það að koma að mörgum hátíðum svona yfir árið? Þetta er kannski einhverjar staðan í dag einhvern veginn. Þetta er náttúrulega bara nýtt fyrirtæki sem er að byrja en við erum þetta er örugglega einhverjar 8-10 svona álfuru viðburðir sem við erum búin að vera að taka og fer náttúrulega bara vaxandi, sko. Er svona batteri eitthvað sem er að spretta upp? Já. Heist á öðrum landið? Já, ég held það. Þetta er náttúrulega bara einhvað sem vantar og hægt er að gera helling úr, sko. Það virðist vera, ég meina, ef það eru 400 hátíðir bara á sumri. Já. Og náttúrulega ofboðslega margir búin að vera bara hreinlega í sjálfboðavinnu við sína hátíð eða sitt áhugamál í örugglega mörg ár og hundleiðir, sko. Þá er fínt að fá okkur til þess að koma og rífa þetta aðeins upp og koma svo á næsta level, sko, eins og við segjum. Við til dæmis vorum að taka við maturinn sem haldið verið í október á Akureyri. Já, segðu okkur frá því. Það er sem sagt svona matarhátíð þar sem þetta er haldið á 2 ára fresti á Akureyri og haldið hitt árið fyrir sunnan. Þannig að þarna eru bara allir aðilar á Norðurlandi að kynna sína framleiðslu í sambandi við mat og matvæli. Þetta hefur farið fram upp í íþróttahöll. Og nú ætlum við að koma að þessu og ætlum að breyta þessu aðeins. Við erum að fá 20 kokka og matreiðslumenn frá Englandi og Írlandi til Akureyrar og verða í rúmlega viku. Og þeir ætla að koma og sýna Akureyringunum og öllum í kring bara hvað þeir gera í mat. Þannig að bara svona, almúginn getur fengið að smakka. Já, og bara, þeir ætla bara að sýna okkur og koma og skoða hvað við erum að gera líka, sko. Það er kannski miklu mikilvægara, sko.
og þeir eru búin að vera komið hérna 2 konur sem eru frá ferðaskrifstofu erlendis sem sér þetta og að safna þessu saman fyrir okkur. Þau eru búin að koma hérna núna og fara allan Eyjafjörð og og lengra til allt Norðurland bara og skoða matvælafyrirtæki og kannski þessa litlu sem að gera eitthvað skemmtilegt svona í sínu horni í sveitinni jafnvel og svona sko. Og eru búin að vera, þau eru búin að vera furðu lostin yfir hvað þetta flott hérna sko og hvað maturinn góður hérna. Þannig að við þurfum að koma þessu lengra og svo það nú bara Iceland Winter Games í vetur sko sem við förum aftur í sem sem svona okkar stóra stolt sko sem við erum ægilega ánægð með og hérna bíðum eftir góðu veðri. Akkurat. Og við bíðum líka eftir góðu veðrinu í sumar. Já, þetta nú ekki merkilegt. Nei. Þá maður sé nú Akureyringur og með ekki segja svona. Alltaf gott að vera Akureyri. Já. Bara við sjáumst á einum öllu allavega. Nákvæmlega. Takk fyrir. Það bara þannig. Takk fyrir mig. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.